Ég langar að byrja á því að bjóða ykkur hjartalega velkomin hingað í Boðunarkirkjuna í dag á þessa upprisa hátíð okkar og er yndislegt að sjá hversu mörg þið eru hér í dag. En við byrjum og þá ætla ég að bjóða flytjendur að stíga hérna inn og koma hérna upp á svið. Gjörðu þið svo vel, eitt af öðru. Áður en að ég hef þetta formlega að þá langar mig að byrja á því að kynna þessa flytjendur, þessu stórkostlegu listamenn sem eru hérna með okkur. Það eru söngdífurnar Elín Ósk Óskarsdóttir, Elsa Voge, Maríanna Másdóttir, Björg Birgisdóttir og Anna Sigríður Helgadóttir. Allar þessar söngkonur sem við fáum að vera aðnjótandi í dag hafa lagt fyrir sig sönglistina og söngkennslu í mörg ár og hrifið margan mannin innanlands sem utan með fallegum söng sínum. Við fáum einnig að njóta fallegra tóna sem Dan Cassidy fiðluleikari mun töfra hér fram að sinni alkunnu snilld. Dan hóf sinn feril í Evrópu sem atvinnutónlistarmaður og þá aðeins 20 að aldri og er eftirsóttur hljóðfæraleikari bæði innanlands sem erlendis. Ég er Magnea Sturludóttir og ég mun fræða ykkur tilurð páskana á milli atriða ásamt tengingu við sönglögin sem það flutt í hvert sinn. Elín Ósk, sem er listrænt stjórnandi Boðunarkirkjunnar og hefur haft veg og vanda að þessum upprisu tónleikum síðastliðin 3 ár og fengi ávallt í lið með sér frábæra flytjendur. Hljómsveit kirkjunnar er undir stjórn Kjartans Ólafssonar og nú sé ég bara ekkert annað vanbúnaði en að við getum bara fyrir að byrja þessa stund. Alla ævi þar að
var fimmtudagur eða svokallaður skírdagur. Hátíð páskana var að ganga í garð. Jesús vissi að stund hans var komin og hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína, þá sem í heiminum voru. Hann elskaði þá eins yfir lauk. Jesús sat þarna mitt á meðal lærisveina sinna. Hann vissi að þetta var síðasta kvöldið sem honum gæfist til að vera með þeim og leiðbeina þeim áður en hann yrði svikinn af einum í hópnum hans. Já, djöfullinn hafði náð tökum á Júdasi Ískaríots að svíkja Jesú. Kvöldmáltíðin stóð núna yfir, tíminn sem Jesús hafði þráð að eiga með þeim. Á einhverjum tímapunkti stóð Jesús upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Síðan hellti hann vatni í munnlaug og gerði eitthvað sem lærisveinum hans kom alls ekki til hugar. Jesús beygði sig niður og tók að þvo lærisveinum sínum fæturnar og þerra svo með líndúknum sem hann hafði sig. Þögn sló á hópinn, þeir horfðu á meistara sinn færa sig frá einu til annars til að þrífa fætur þeirra. Þeir vissu að þetta var verk þjóna, því upplifðu þeir þetta sem niðurlægingu fyrir Krist. Þegar Jesús kom að Símoni Pétri, gat hann ekki þagað og spurði: Herra, ætlar þú að þvo mér fæturnar? Jesús svaraði: Nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, en seinna muntu skilja það. Pétur segi við hann: Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína. Og Jesús svaraði þá: Ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Á táknrænan hátt var Kristur að þvo blett syndar af hjartanu. Þegar Jesús skyrti sér líndúk til þess að þvo ryk af fótum þeirra, vildi hann með þeirri athöfn þvo sundrung, afbrýði og dramb úr hjartum þeirra. Það var langtum mikilvægar en að þvo ryku á fætur þeirra. Eins og hugafari þeirra var háttað var enginn þeirra undir það búin að eiga samneyti við Krist. Það var ekki fyrr en þeir höfðu öðlast auðmýkt og kærleika að þeir voru tilbúnir að neyta páskamáltíðirnar eða taka þátt í minningar athöfninni sem Kristur var að stofnsetja. Þegar hann hafði þvegið fætur þeirra, tekið yfirhöfn sína og sest aftur niður, sagði hann við þá: Skiljið þér hvað ég hef gjört við yður? Þér kallið mig meistar og herra og þér mælið rétt, því það ég. Fyrst ég sem herra og meistari hef nú þvegið yður fæturnar, þá berið yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður, þjónn ekki meiri en herra hans, né sendiboði meiri þeim sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir eða blessaðir að þér breytið eftir því. Ennur
Þrátt fyrir að Jesús vissi hvað væri framundan hjá sér, þá gaf hann sér tíma til að kenna þeim og mikilvægi þess að muna hvað hann sagði þeim, eins og þegar hann sagði við Símon Pétur: Þú skilur þetta ekki núna og enginn ykkar, en seinna munið þið skilja það. Þar sem þeir sátu þarna saman til borðs sagði Jesús þeim hversu hjartalega hann hefði þráð að neita þessara páskamáltíðar með þeim áður en ég líð, sagði hann og hélt svo áfram. Því að ég segi yður, eigi mun ég fram að neita hennar fyrir en hún fullkomnast í Guðs ríki. Þá tók hann kaleik, gjörði þakkir og sagði: Takið þetta og skipti með yður. Því að ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka á ávexti vínviðarins fyrir en Guðs ríki kemur. Og hann tók brauð, gjörði þakkir, braut það, gaf þeim og sagði: Þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn. Gjörið þetta í mína minningu. Eins tók hann kaleikinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: Þessi kaleikur hinn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður úthellt. Þegar þeir höfðu sungið lofsönginn fóru þeir til Olíufjallsins. Þá segir Jesús við þá: Á þessari nóttu muni þér allir hneykslast á mér, því að ritað og hér vitnar hann í Gamla testamentið: Ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast. Sem kveikar hefur
Þeir koma til staðar heiti Getsemane. Jesús vissi að stundin var í nærri. Þörfin fyrir að tala við föður sinn eins og hann hafði kennt lærisveinum sínum, að leggja allt í hendur okkar himneska föður og leita vilja hans, var Jesús svo eðlislægt. Ekkert vildi hann meir en að vera í nærveru föður síns og leita styrks, því sagði hann við lærisveina sína: setjist hér meðan ég biðst fyrir og biðji þess að þér fallið ekki freistni. Hann tók með sig þá Pétur, Jakob og Jóhannes og nú setti að honum ógn og angist. Hann segir við þá: sál mín er hrygg allt til dauða. Bíðið hér og vakið. Þá gekk hann lítið eitt áfram, féll til jarðar og bað að sú stund færi fram hjá sér ef verða mætti. Hann sagði: Abba, Faðir, allt megnar þú. Takk þennan kaleic frá mér, en verði þó ekki minn vilji, heldur þinn. Þá birtist honum engill af himni sem styrkti hann, og hann komst í dauðans angist og baðst enn ákafar fyrir, en sveiti hans varð eins og blóðdroppar fjallu á jörðina. Hann kemur og finnur þá sofandi. Þá sagði hann við Pétur: Símon, sefur þú? Gast ekki vakað eina stund? Vakið og biðjið að þér fallið ekki freistni. Andinn reiðubúinn, en holdið veikt. Aftur vék hann brott og baðst fyrir með sömu orðum. Þegar hann kom aftur, fann hann þá enn sofandi. Því drungi var á augum þeirra og ekki vissu þeir hvað þeir ættu að segja við hann. Í þriðja sinn kom hann og sagði við þá: Sofið þér enn og hvílist. Nú nóg, stundin komin, mannssonurinn framseldur í hendur syndugra manna. Standið upp, förum, í nánd sá mig svíkur. Meðan Jesús var enn að tala, birtist Júdas sem hafði gengið með Jesú í 3 ár, rétt eins og hinir lærisveinarnir, en hann kaus að snúa baki við Jesú og hans kennslu. Hann var mættur þarna ásamt stórum flokki manna frá æðstu prestunum og öldungum lýðsins, og til þess að undirstrika hver Jesús væri, hafði Júdas sagt þeim að hann myndi ganga fram og kyssa þann seka. Leið komu hinir og lögðu hendur á Jesú og tóku hann eins og hvern annan ræningja. Þá yfirgáfu hann lærisveinarnir allir og flýðu. Því rættust orð Jesú þegar hann sagði við þá stuttu áður: Ritað ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast.
Jesús var komin í hendur Pílatusar eftir að hafa fengið sýnda réttarhöld hjá Kæfasi, æðstapresti, fræðimönnunum og öldungunum. Eftir að hafa dregið fram ljúgvitni gegn Jesús sem sögðu að Jesús hefði sagt: Ég get brotið niður musteri Guðs og reist það aftur á 3 dögum. Æðstipresturinn stóð upp og krafði Jesú svör, en Jesús þagði. Æðstipresturinn gekk enn harðar að honum og spurði: Ertu Kristur, sonur Guðs? Jesús svaraði honum: Þú sagðir það. En ég segi yður, upp frá þessu munu þér sjá mannsonin sitja til hægri handa máttarins og koma á skýjum himins. Við þetta urðu þeir óðir. Þeir hræktu í andlit hans og slóu hann með hnefanum ásamt því að berja hann með stöfum sínum. Komust æðstuprestarnir og öldungar lýðsins að niðurstöðu að morgni föstudagsins og gerðu samþykkt gegn Jesú að hann skyldi tekinn að lífi. Þeir létu binda hann og færa brott og framseldu hann Pílatusi landshöfðingja. Pílatus gekk inn í höllina, kallaði Jesú fyrir sig og sagði við hann: Ert þú konungur gyðinga? Jesú svaraði: Mælir þú þetta á sjálfum þér eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Pílatus svaraði: Jesú svaraði: Mælir þú þetta á sjálfum þér eða hafa aðrir sagt? Já, fyrirgeðu vinir. Er ég þá gyðingur? Þjóð þín og æðstuprestarnir hafa selt þig mér í hendur. Hvað hefur þú gjört? Jesú svaraði: Mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi, hefðu þjónar mínir barist, svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú er ríki mitt ekki þaðan. Þá segir Pílatus við hann: Þú ert þá konungur? Jesús svaraði: Rétt segir þú, ég er konungur. Til þess er ég fæddur og til þess er ég komin í heiminn, að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem er af sannleikanum heyrir mína rödd. Pílatus segir við hann: Hvað er sannleikur? Að svo mæltu gekk hann aftur út til gyðinga og sagði við þá: Ég finn enga sök hjá honum. Þér eru vanir því að ég gefi yður einn mann lausan á páskunum. Viljið þér nú að ég gefi yður lausan konung gyðinga? Hann vissi
að æðstu prestarnir höfðu fyrir öfundar sakir framselt hann. En æðstu prestarnir æstu múgin til að heimta að hann gæfi þeim heldur Barabbas lausan, sem hafði framið manndráp. Pílatus tók enn til máls og sagði við þá: Hvað á ég þá að gjöra við þann sem þér kallið konung gyðinga? En þeir æptu á móti: Krossfestu hann. Pílatus spurði: Hvað illt hefur hann þá gert? En þeir æptu því meir: Krossfestu hann. En með því að Pílatus vildi gera fólkinu til hæfis, gaf hann þeim Barabbas lausan. Hann lét húðstrika Jesú og framseldi hann til krossfestingar. Hermennirnir fóru með hann inn í höllina, aðsetur landshöfðingjans, og kölluðu saman alla hersveitina. Þeir færa hann í purpura skikkju, flétta þyrni kórónu og setja á höfuð honum. Þá tóku þeir að heilsa honum: Heill þú konungur gyðinga. Og þeir slóu höfuð hans með reirsprota og hræktu á hann, féllu á kné og hyltu hann. Þegar þeir höfðu spottað hann, færðu þeir hann úr purpura skikkjunni og í hans eigin klæði. Þá leiddu þeir hann út til að krossfesta hann. Þegar þeir leiddu hann út, tóku þeir Símon nokkurn frá Kýrene, kom utan úr sveit, og lögðu krossin á hann, að hann bæri hann eftir Jesú. Með honum voru og færði til lífláts aðri tveir sem voru illvirkjar, og þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa á hebresku Golgata. Krossfestu þeir hann þar og illvirkjana, annan til hægri handar og hinn til vinstri. Þá sagði Jesús: Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gera. En það var dagmál, eða klukkan 9 á föstudagsmorgni, þeir krossfestu hann, og yfirskriftin sakargift hans var svo skráð: Konungur gyðinga. Þeir sem framhjá gengu hættu hann, skóku höfuð sín og sögðu: Þú sem brýtur niður musterið og reisir það á 3 dögum, bjarga nú sjálfum þér, ef þú ert sonur Guðs, og stíg niður af krossinum. Eins gjörðu æðstu prestarnir gísað honum, og fræðimennirnir og öldungarnir sögðu: Öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Hann konungur Ísraels, stígi hann nú niður á krossinum, þá skulum við trúa á hann. Hann treystir á Guð. Nú ætti Guð að frelsa hann ef hann hefur mætur á honum. Eða sagði hann ekki: Ég sonur Guðs? Annar þeirra illvirkja sem upp voru festir hætti hann og sagði: Ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfum þér og okkur. En hinn ávítaði hann og sagði: Hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þó undir sama dómi? Við erum það með réttu og eigum mak og fáum makleg gjöld fyrir gjörðir okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann: Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríkið þitt? Og Jesús sagði við hann: Sannlega segi ég þér í dag. Sannlega segi ég þér, í dag þú skalt vera með mér í paradís. Og nú var nær hádegi og myrkur varð allt land til nóns, eða klukkan 3 eftir hádegi. Því sólin missti birtu sinnar. Þá kallaði Jesús hárri röddu: Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Og hann hafði þetta mælt, gaf hann upp andan. Og forntjáld musterisins rifnaði í tvennt, ofan frá og allt niður úr. Jörðin skalf og björgin klofnuðu, grafir opnuðust og margir líkamir helgra látinna manna risu upp. Eftir upprisi Jesú gengu þeir úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum.
Þegar hundraðshöfðinginn og þeir sem með honum gættu Jesú sáu landskjálftan og atburði þessa, hræddust þeir mjög og sögðu: Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Og fólkið allt sem komi hafði saman að horfa á, sá nú hvað gjörðist og barði sér á brjóst og hvarf frá. En vinir hans allir sem og konurnar fylgdu honum frá Galileu, stóðu álengdar og horfðu á þetta. Það leið að kvöldið. Það var aðfangadagur, það að segja dagurinn fyrir hvíldadag. Þá kom Jósef, auðugur maður frá Arímaþeu, göfugur ráðsherra, góður maður og réttvís, sjálfur vænti Guðs ríkis. Hann hafði ekki samþykkt ráðherra né athæfi. Hann dirfðist að fara inn til Pílatusar og biðja líkama Jesú. Pílatus furðaði á að hann skyldi þegar vera andaður. Hann kallaði til sín hundraðshöfðingjan og spurði hvort að hann væri þegar látinn. Og hann var þess vísi á hundraðshöfðinganum, gaf hann Jósef líkið. En hann keypti línklæði, tók hann ofan, sveipaði hann línklæðinu og lagði í gröf, högnaði í klett og velti steini fyrir grafarmunnan.
Þar hafði enginn verið lagður áður. Það var aðfangadagur eins og sagði fyrr og hvíldardagurinn fór í hönd. Konur þær komið höfðu með Jesú frá Galíleu, fylgdu eftir og sáu gröfina og hvernig líkami hans var lagður. Þær sneru aftur og bjuggu ilmjurtir og smyrsl og hvíldardaginn héldu þær kyrru fyrir, samkvæmt boðorðinu. Þetta hafði verið afdrifaríkur föstudagur. Það var að líða að sólarlagi og laugadagurinn að renna í hlað, eða hvíldardagurinn. Konurnar lögðu allt til hliðar, því þær heiðruðu 4. boðorði sem segir eftirfarandi: Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En 7. dagurinn hvíldardagur helgaði Drottni, Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttur þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar, eða nokkur útlendingur sem hjá þér innan borgarhlíða þinna. Því að á 6 dögum gjörði Drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði Drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Jesús, sonur Guðs, lá í kyrrð í gröfinni þennan dag.
Já, vinir, stórkostlegu söngur hérna. En nú ætlum við aðeins áður við höldum áfram, að bjóða ykkur að syngja með ykkur hérna saman Sigurhátíð sæl og blíð og taka bara vel undir. Sjáu öll textan hérna. Lærisveinarnir höfðu tvístrast eins og ritningin talaði um. Örvæntingin og sorg fyllti hjarta þeirra sem elskuðu Jesú. Hugsanir eins og hvernig gat þetta gerst? Efi og ótti yfirskyggði allar hugsanir þeirra. Hvað nú? Hugsanir hafa ef til vill hringsnúist í höfði þeirra allra. En örugglega hafa einhverjir að lærisveini Jesú farið að íhuga og reyna að rifja upp hvað Jesús hafi verið að kenna þeim, eins og þegar hann sagði: hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séðu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann: Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. En nú fer ég til hans sem sendi mig og enginn yðar spyr mig: hvert ferð þú? En hryggð hefur fyllt hjarta yðar að því að ég sagði yður þetta. En ég segi yður sannleikan.
það yður til góðs að ég fari burt, því að ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar, en ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur. Syndin að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föðurins og þér sjáu mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims dæmdur. Enn hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Sannlega, sannlega segi yður, þér munu gráta og kveina, en heimurinn mun fagna. Þér munu verða hryggir, en hryggð yðar mun snúast í fögnuð. Þegar konan fæðir hún í nauð, því stund hennar komin. Þegar hún hefur alið barnið, minnist hún ekki framar þrauta sinna af fögnuð yfir því að maður í heiminn borinn. Eins þér nú hryggir, en ég mun sjá yður aftur, og hjarta yðar mun fagna, og enginn tekur fögnuð yðar frá yður. Á þeim degi munu þér ekki spyrja mig neins. Sannlega, sannlega segi yður, hvað sem þér biðji föðurinn í mínu nafni, mun hann veita yður. Hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni. Biðjið og þér munið öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Jesús sagði einnig, ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Því að svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Jesús sagði einnig, ég hinn fyrsti og hinn síðasti, og hinn lifandi. Ég dó, en sjá, lifandi ég aldir alda, og ég hef lykla dauðans og heljar. Lofi Drottinn allar þjóðir, vegsa með hann allir líðir, því að miskunn hans voldug yfir oss, og trúfesti Drottins varir að eilífur. Halleluja. Sunnudagur, sem fyrsti dagur vikunar, og mjög árla hins fyrsta dag vikunar sólar upprás komu þær til grafarnar með ilmsmyrslin sem þær höfðu búið til. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir á steininum frá grafarmunninum? En þegar það líta upp, sjá þar að steininum hafði verið velt frá,
en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju, og þær skelfdust. En hann sagði við þær: Skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn. Hann ekki hér. Sjá, þarna staðurinn þar sem þeir lögðu hann. En farið og segið lærisveinum hans og Pétri: Hann fer á undan yður til Galileu. Þar munið þér sjá hann eins og hann sagði yður. Þær fóru út og flýðu frá gröfinni, því ótti og ofboð voru yfir þær komið. Þær sögðu engum frá neinu, því þær voru hræddar. Þennan sama sunnudagsmorgun, sem aftur fyrsti dagur vikunar, kemur María Magdalena til grafarnar svo snemma að enn var myrkur og sér steininn tekinn frá gröfinni. Hún hleypur því og kemur til Símon og Péturs og hins lærisveinsins sem Jesús elskaði, og segir við þá: Þeir hafa tekið Drottinn úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þá út og hinn lærisveinin, og þeir komu til grafarnar. Þeir hlupu báðir saman, en hinn lærisveinin hljóp hraðar fram úr Pétri og kom að undan að gröfinni. Hann laut inn og sá línblæjurnar liggjandi, en fór samt ekki inn. Nú kom líka Símon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá línblæjurnar liggja þar og sveita dúkinn sem verið hafði höfuð hans. Hann lá ekki með línblæjunum, heldur sér saman vafinn á öðrum stað. Þetta var táknrænt. Því að taka sveitadúkinn og brjóta hann saman og leggja hann á annan stað táknaði aðeins eitt, og það var: Ég mun koma aftur. Þá gekk einnig inn hinn lærisveinin sem komið hafði fyrr til grafarnar. Hann sá og trúði. Þeir höfðu ekki enn skilið ritninguna, að hann ætti að rísa upp frá dauðum. Síðan fóru lærisveinarnir aftur heim til sín. En María stóð úti fyrir gröfin og grét. Grátandi laut hún inn í gröfina og sá 2 engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði legið, annan til höfða og hinn til fóta. Þeir segja við hana: Kona, hví grætur þú? Hún svaraði: Þeir hafa tekið brott Drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesú standa þar. En hún vissi ekki að það var Jesú. Þegar hann var upprisinn árla hinn fyrsta dag vikunar, birtist hann fyrst Maríu Magdalenu, en út af henni hafði hann rekið 7 illa anda. María var yfirkomin af sorg. Hún hafði ekki heldur skilið hvað Jesús hafði verið að segja allan þann tíma sem hann gekk á meðal þeirra. Jesús segir við hana: Kona, hví grætur þú? Að hverju leitar þú? Hún hélt að hann væri grasgarsvörðurinn og sagði við hann: Herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Jesús segir við hana: María. Hún sneri sér að honum og segir á hebresku: Rabúni, Rabúni, sem þýðir meistari. Og Jesús segir við hana: Snertu mig ekki, ég ekki enn stigin upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og segð þeim: Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guð yðar. María Magdalena kemur og boðar lærisveinunum: Ég hef séð Drottinn, og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. When darkness veiled the sky, the day that Jesus died,
His friends believed that everything was lost. But when the third day came, the darkness turned to light. For Mary heard her name and saw the living Christ risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to wind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. And in that garden place, the world forever changed. All hope was gone, but Jesus rose that day. And still His wounded hands reveal the love He has. For every faithful soul He came to save. And He will come again, and one by one will rise and praise His holy name, and see the living Christ risen to set the captives free, risen to ransom you and me, to wind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home again. Hallelujah, He lives. Hallelujah, He lives. Risen to set the captives free. Oh, He's risen to ransom you and me, to wind up every broken heart, to conquer death and sin, risen to bring us home Kvöldið þennan fyrsta dag vikunar eða á sunnudeginum voru lærisveinarnir saman og hefðu læst dyrum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð á mitt á meðal þeirra og sagði við þá: Friður sé með yður. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síður. Lærisveinarnir urðu glaðir ef þeir sáu Drottinn. Sagði Jesús aftur við þá: Friður sé með yður. Eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Og hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. En einn af þeim 12, Tómas, nefndur tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum: Við höfum séð Drottinn. En hann svaraði: Sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá
Kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir, friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og komu hönd þín á legg í síðu mína og vert ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, Drottinn minn og Guð minn. Jesús segir við hann, þú trúir, Tómas, af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Thank you.
var niður dregin og vonsvekin og ekki í fyrsta skiptið. Í allt og mörg ár hafði hún gengið á milli manna til að fá lækningu meina sinna, en ekkert virtist virka. Hún var á gangi meðal fólks þennan dag, en hún mátti það ekki. Hún var útskúfuð frá öðru fólki vegna sjúkdóms síns. Hún hafði reynt allt og kostað til aleigu sinnar. Hún átti ekkert eftir, nema einn, sem var á gangi á meðal fólksins þennan sama dag. Hún hafði heyrt af honum að hann gæti læknað fólk og hann var þarna rétt fyrir framan hana. Vonin blossaði innra með henni og hún hugsaði, ef ég gæti aðeins snert hann og farið svo leiðar minnar. Hún byrjaði að teygja sig eftir hjálpinni. Hún náði í fald hans og jafn skjótt fann hún að sjúkdómur hennar hvarf með það sama. Tárin runnu niður kinnar hennar af gleði. Jesús stoppaði og spurði, hver snart mig? Lærisveinarnir urðu steinhissa og furðuðu sig á þessari spurningu, því að það var svo mikið af fólki þarna allt í kring. En Jesús spurði aftur, hver snart mig? Því að ég fann að kraftur fór út frá mér. Konan sá að hún gat ekki dulist lengur, svo hún kom skjálfandi og féll á fótum Jesú og gaf hverjum sem á hlýddi sinn vitnisburð. Hvers vegna hún gerði það sem hún gerði, og hún fann strax lækningu meina sinna. Jesús horfði á hana með blíðlegum augum og sagði svo við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Far þú í friði. Þetta er aðeins ein af þeim fjölmörgu vitnisburðum sem við finnum í hinni helgu bók, Biblíunni. Og þessi trú hefur snert við þúsundum einstaklinga í gegnum aldirnar. Það er þessi trú og verk sem snertir við okkar himneska vini og frelsara Jesú Kristi. Hann kom til að taka okkar syndir á krossin, kvaldist þar vegna okkar, vegna þess að hann elskar okkur hvert og eitt okkar. Hjarta hans brast og hann dó. En hann reis aftur upp frá dauðum og er lifandi í dagvinnir. Þú og hver sem á hlýðir hefur sömu möguleika í dag og þessi kona að hljóta þá lækningu sem við þurfum. Við þurfum aðeins að teygja okkur eftir hjálpinni sem er Jesús Kristur, og friður Guðs sem er æðri en nokkuð annað sem við höfum upplifað mun fylla alla þína vitund. Vegna þess að Jesús er lifandi í dag, þá get ég og allir sem leggja traust sitt á hann tekið á móti morgundeginum. Því fáum við að heyra lagið núna, Because He Lives. God sent His Son.
stórkostlegt, það ekki? Þetta er ekki bara stórkostlegt að heyra þessar dýfur hérna og þessar hljómsveit hérna. En allt tekur enda og þetta er síðasta hjá okkur í dag. Ég vil þakka ykkur öllum innilega fyrir kominu. Ég vil sérstaklega þakka listamennunum hérna, alveg sem gerði þessa hátíð svo stórkostlega og ógleymanlega. Eru þið ekki sammála? Já, bara gefið þeim gott klapp. En ykkur, hérna, kæru áhorfendur, þakka ég líka innilega fyrir komuna og bið Guðs blessunar yfir hvert og eitt ykkar leið og ég óska ykkur gleðilegra páskahátíðar. En við ætlum að bjóða hérna í hliðarsalnum, ætlum við að bjóða hérna upp á kaffi og te og djús og eitthvað svona smottir í og eitthvað á borðinu, svona fyrir þá sem að gefa sér tíma til að staldra aðeins við og spjalla saman og eiga smá stund saman áður en að við göngum út í daginn. Takk ykkur innilega fyrir komuna. Án ykkar hefði þetta verið freka leiðilegt, ekki satt, stelpur?